city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Ætlar að fara með bikarinn norður í kvöld? Ég ætla að gera það, já. This shit, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot.
said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Já, veriði velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér erum við að fara að sýna beint stórleik KA og Völsungs í úrslitakeppni kvenna í blaki. Þetta er fyrsti leikurinn í þessu einvígi liðana og var búist við hörkuleik. KA er deildar og bikar meistari og ætla sér klárlega að sækja Íslandsmeistaratitilinn að einnig, en Völsungslið hefur spilað mjög vel í vetur og er búið að komast alla leið hingað. Já, smá tæknilegar örðuleikar á kynningunni á okkur, en núna er allt komið í stand hjá okkur. Já, eins og segi, Völsungur er komið í úrslitakeppnina eftir að hafa farið í gegnum forkeppnina. Unnu Þrótt Reykjavík í síðustu umferð forkeppninar og eru komnar hérna í KA-lið sem mæta þessu gríðarlega sterka liði KA sem hefur spilað frábærlega í vetur og eins og segi, deildar og bikarmeistarar. Stelpurnar eru hins vegar sólgnar í það að klára tímabilið með Íslandsmeistaratitlinum og þetta er fyrsti leikurinn í þeirri vegferð. En við skulum byrja á að fara yfir lið gestanna. Hér sjáum við það. Númer 2 er Iðunn Bjarnadóttir, númer 3 er Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir, númer 4 er Rut Gómez, númer 5 er Arna Védís Bjarnadóttir, númer 6 er Anna Karin Jónsdóttir, númer 7 er Asley Nicole Dietrich, númer 9 er Agnes Björk Ágústsdóttir, númer 12 er Þórunn Harðardóttir, númer 14 er Dagbjörn Erla Gunnarsdóttir, 15 Arney Kjartansdóttir og númer 16 er Sladjana Smiljanovic. Þjálfarið þeirra er Bjarni Páll Vilhjálmsson og verður áhugavert að sjá hvernig Völsungslið mun nálgast þennan leik. Svo sem flestir sem búast til sigri KA-liðsins, en þetta Völsungslið er mjög öflugt og hefur reynst KA-liðinu frekar erfitt í leikjum liðana fyrr á tímabilinu. En hér skulum við byrja á að skoða lið KA. Númer 1 er Halldóra Margrét Bjarnadóttir, hún er Dio. Svo er uppspilarinn okkar og María José Ariza Sanchez. Hér við spila minna eftir komu Luis Medínu. Númer 3 er Helena Kristín Gunnarsdóttir, nýlega valin í landsliðið, ótrúlega öflugur kantsmassari. Númer 5 er Paula del Olmo Gómez, stigasti leikmaður deildarinnar, Dio. Svo hún er 13,6 stiga með til í leik. Og 6 er hún Gía Guðnadóttir, hún er einnig í landsliðinu, ótrúlega öflug miðja. Svo er Jóna Margrét Arnardóttir, hún er uppspilari og er ansi ung og efnileg. Hún er í 17 ára landsliðinu. Ásta Lilja Harðardóttir, hún hefur verið að koma mjög vel inn í liði KA þegar hún fengið möguleikann. Hulda Elma Eysteinsdóttir, gríðarlega öflugur og mikil reynslubolti, hún er Elma og skoraði eins og segi 13,2 stiga með til í leik. Hérna er hún Helga Guðrún Magnúsdóttir, líberó. Svo er hún Arnrún Guðmundsdóttir, annar líberó liðsins. Birna Baldursdóttir, hún er með í dag, hefur verið í einhverju meiðslum en er komin aftur í hópinn núna eftir að mista af bikarúrslitaleiknum til dæmis. Gríðarlegur styrkur að fá hann aftur inn. Hérna er svo uppspilarinn sem margir hafa að tala um, Luis Medina, átti ótrúlega leik í bikarúrslitunum og var kannski helsti munur á KA og HK og var einmitt valinn leikmaður leiksins. Og þjálfari KA er svo sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo sem er líka stigasti leikmaður KA í karlaflaginu. En hérna er verið að kynna liðin og það styttist bara í að þetta fara að hefjast á okkur.
Þetta verður, eins og segi, vonandi hörkuleikur og ég reikna allavega með að fyrsta hreina verði jöfn og spennandi. Liðin aðeins að finna fyrir hvernig þau eru að spila og hvað mun ganga upp hjá þeim. Já, gaman að þessu. Þetta nú bara að fara að hafa stað hérna hjá okkur. Mikil stemning í KA-liðinu. Það voru mikið sungið og mikið klappað hérna fyrir leik. Það alveg klárt mál að stelpurnar okkar ætla sér sigur í dag. Fyrra lið til að vinna 2 leiki þessu einvígi fer áfram í úrslitin. Og það því ansi mikilvægt rétt eins og í gær hjá körlunum að vinna fyrsta leik. Karlaleik KA vann 3-0 sigur á Álftanes í gær sem var ansi sannfærandi. Nú bara vona að stelpurnar á að leika eftir þann leik. Já, þetta nú bara að fara á staðina hjá okkur. Sjáum að Luis Medina klár. Þetta komið á staðina hjá okkur. Fín móttaka hjá gestunum og þetta smassar eins og út. Ruth Gómez í ágætisfæri en smassar út og KA-liðið fær fyrsta stigið. Já, þetta ágætisbyrjun hjá KA-liðinu og hérna flottur ás. Staðan orðin 2-0 fyrir KA. Luis Medina, hún með virkilega öflugar uppgjafir. Hún sótti þarna ás, 2-0 fyrir KA. Hérna kemur hann aftur. Hún gerir vel hérna. Og auðvitað fyrir KA-lið. Medina yfir og Helena skorar. Frábært smass hérna hjá Helenu. Fínt uppspil frá Medinu eins og svo oft áður og KA-liðið byrjar þetta af gríðarlegum krafti. Helena Kristín með þetta fína stig. Eins og nýlega valinn í landsliðið. Þar átti KA 3 fulltrúa. En þessi uppgjöf hjá Medinu í net og niður og fyrsta stig gestana. Þær eru komnar á blað. Og þá hún Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir sem að fer í sína fyrstu uppgjöf í dag. Gerir þetta vel en Elma sér við þessu. Medina á Pálu, já, gerir þetta vel hún Heiðdís að verka þessu og hérna hefur hörkusma sem frábær hávar í KA-liðinu. Það eru smá vandræðum. Hún snýr KA þessu sér í vil. Pála með smas sem vel blokkað af henni Þórunni. Og já, Elma kemur þessu upp á Medinu og kemur lúmsku bolti frá Helenu. Þetta ætla að vera svakalegt rally. Já, Pála kemur hann yfir. Hvar endar þetta lauma og Arnrún gerir þetta glæsilega. Elma kemur hann svo ekki yfir. Það var krefjandi bolti með bakið í netið þarna. Og annað stig gestan í röð 3-2. Þetta fer frábærlega af stað. Þetta stig var ansi skemmtilegt. Já, þetta, sem segi, frábær og skemmtileg byrjun á þessu leik. Elma gerir þetta vel. Medina hérna á Pálu og Pála skorar. Þetta fastan bolta sem að Heiðdís nær ekki að stýra betur. Og KA komið í 4-2. Fyrsta stig Pálu í leiknum. Skiptir náttúrulega miklu máli að virkja hana vel. Hér kemur Helena, já, fín uppgjöf. Vel gert hjá Dagbjörtu og það skora svo í kjölfarið. Ekkert af þessu. Og Ashley Nicole skorar hérna með hörkusmassi. Yngar í 4-3. Eins og ég reikna fastlega með að þessi fyrsta hreina verði jöfn og spennandi. Arnrún, já, á Helenu og Helena upp hérna og Elma laumar þessu en sjá við þessu og núna möguleiki fyrir gestina. Vel gert af Pálu
og svo seiling dæmd á gestina. Þetta rándir dómur hérna en ég held að sé hárrétt. Ruth Gómez með smassa hérna sem Pála varði vel. Pála slóð boltann aftur upp í loftið og þar fór Ruth full langt með hendina og seildi hérna eftir boltanum. Ásta Lilja, þessi langur og þessi úti. Já. Gerðu vel gestirnir hann að lesa þetta. En þessi uppgjöf hjá Ástu aðeins of löng. Þá Ruth Gómez mætt á svæðið. Pála sér við þessu og Medina á Pálu tilbaka og Pála, já, vel gett hjá Ruth. Það komið svo aftur upp og frábær vörn þarna hjá Arnrúnu og Pála, já. Vel gert hjá Pálu. Hún skettir þessi gólfið. Já, virkilega vel gert þarna hjá Arnrúnu Eik, líberó. Frábær vörn, kom boltan líka hátt upp í loft, þannig að Káa líka gert góða sóknir þessu. Oft ekki talað mikið líberóna, þeir eru ekki mikið að skora stig, en þeir eru eins og að verja gríðarlega mikilvæga bolta. Og hérna skora Káa ódýr stig. Og já, þessi einhvern veginn lag yfir, ég sá ekki alveg hver það var sem átti síðan snertinguna. En þá kemur Pála í uppgjöfina, 7-4 fyrir Káa, komið 2 stig í raununa. Þetta fín uppgjöf og kemur smass hérna og frábær björgun á Helenu. Og við seiling deind á Káa-lið. Elma ekki sammála. Nei. Og staðan orðin þá 7-5, nei, hann endurtekið fyrir ekki. Enda var þetta áhugaverður dómur, hafa vel allir ósammála þessu. Fínt að geta bara endurtekið þetta. Hérna kemur hörkusmass frá Ashley. Og þessi endar einfallega úti. Káa-liðið fær stigið, 8-4. Það að gera þetta vel gestirnir í að byggja upp spil og gott uppspil hérna, en smössin vantar aðeins upp á til þess að fylgja hann betur eftir hérna. Léttur bolti Gíja hérna á Medina reynda lauma, en frábær blokkið Ashley og svo þrumar Elma boltan við netið, ekki netið, hjörðina. Og Káa kom í 9-4, já, 4 stig í röð og stelpurnar eru að stinga af. En skulum ekki afskrifa lið gestana, þær eru öflugar og fín vitt stuðningur sem þær fá hérna. Það stutt á milli Akureyrar og Húsavíkur og frábær vörn Elmu, Medina hérna upp á Pála á afturlínunni. Fínt hjá Dagböttu og laumaboltamynda. Pála skutla sér bergar þessu og Elma yfir. En þá heldur þessi bolt í gangandi hérna. Medina upp, Gíja og Elma. Já, en verjast þær. Og hér séns fyrir gestina. Lauma, Pála vel vakandi hérna og Helena. Frábært hérna. Það haldur þessi ennþá gangandi. Boltin aftur yfir, Káa möguleika. Medina og Gíja. Þetta ætlar engan enda að taka, vel gett hjá Arnrúnu og svo kemur Elma. Frábær vörn, þetta ótrúlega stig, hvar endar þetta? Pála upp, Medina laumar og frábær björgun hérna hjá Slatjönu. Og svo endar þetta svona. Arna Védís kom boltanum ekki yfir netið. Þetta tók ansi langan tíma þetta stig og ég held að þetta myndi gefa Káa-liðinu ansi mikið að hafa náðu stigi. Sama tíma þetta erfitt, gengur lítið upp á gestunum núna, 5 stig í röð Káa-liðinu og þetta stig var ansi sárt að fá ekki. Pála mætt aftur, já, gerir þetta vel. Dagbjörn enn og aftur verst þessu og nú kemur stigið sem bara að bíða eftir. Það Ashley Nicole Dietrich. Annað stig hennar í leiknum.
og þá kemur Heiðdís Edda inn í framlínuna á kostnað hennar Dagbjörtu. Já, fín uppgjöf á Þórunni, en Pála sér við þessu með Dína Laus og hérna er Elma með hörkusmass. Sú er klár í slaginn. Bombar sig í gólfið og staðan orðin 11-5. Já, þetta var vægast að negla hérna hjá henni Elmu og þá fer hún í uppgjöfina. Það setur þetta í netið. Ódýr stig til gestana, 11-6. KA með fínt taka á þessu en skildu þá eins og segi ekki afskrifa gestina. Þetta er fljótt að gerast í bakkinu ef þú nærð nokkrum stigum í röð. Hérna Arnrún upp á Medínu og já, fínt hjá Elmu og ágætis vörn hjá Slatsjönu en of langt í samherjana og þessi bolti endar í gólfinu 12-6 fyrir KA. Já, þá er Gía mætt á svæðið. Arnrún fara aðeins að pósta, spyrir hversu lengi hún fara að pósta. Gía hérna, já, Dagbjört kemur þessu upp hérna og þetta smas er úti. Já, mæðir töluvert á henni Asley og hún hitti ekki völlin hérna og Völsungur tekur leikhlé. Já, hvað, ég held að það er 5-4 fyrir KA fyrir ekkert svo löngu síðan. Síðan hefur KA skorað einhver 8 stig gegn 2 og munurinn því orðin 7 stig. Svo við kannski kíkja aðeins á tölfræðina til þessa. Fyrst að það er nú smá pása hjá okkur. Hérna kemur hún, sjáu þið staðan er 13-6, KA búið skora 6 stig úr smössum, 2 hjá gestunum, 1 ás, það var hún Medína Laus, 1 lauma og mistök mótherja KA sem fengið 6 stig eftir mistök hjá gestunum, 4 stig sem að Völsungur hefur fengið, 1 uppgjöf missetnastig á Völsungi og 2 hjá KA. Hérna heldur þetta áfram, fínt hjá Gíu, en Dagbjörg gerir þetta vel. Pála upp, Medína og þetta smass hjá Ástu. Ekki alveg nægilega gott og staðan því 13-7. Þá er Arnrún líbero aftur mætt á svæði sem að Gía er hætt í uppgjöfinni. Já, Medína og aftur á Ástu núna, kemur þessi yfir, en fín hávörn og frábært hjá Arnrúnu hérna. KA ennþá í séns hérna og fínt stig hérna. Þetta var glæsilegt. Hulda Elma raðar ennþá í stigunum. Þessi björgun hjá Arnrúnu var ótrúlega mögnuð. Ég held að séu allir í húsinu að dásta þessu og í kjölfari skoraði svo Elma 14-7. Kemur Medína, fín uppgjöf en Dagbjörg sér við þessu. Slatsjana og smassið. Þetta var vel gert hjá henni Heiðdísi. Setti boltan hann fram í hávörðinni og þarna var engin KA-maður. 14-8 en eins og segi gestinni þurfa að ná alvöru kappa núna. Það var alltaf ekki að missa þessa fyrstu hrinu. Það kemur Heiðdís með uppgjöfuna, hún er fín. En Elma sér við þessu Medína á Ástu, Ásta skorar. Nú laumur, ekki lauma en lúmskur bolti hjá henni. Og fyrsta stig Ástu í leiknum. Gerir þetta vel. Þetta kemur Helena Kristín. Fínt bolti. Og hér er Rödd í hörkufæri og hún skorar. Kemur boltana miklu harðfengi fram í hávörðinni og Medína náði ekki að verjast þessu. Munar mikið það fyrir gestinni ef Rödd er í. Ef hún er í gírnum.
Kemur Helena boltan hérna upp á Elmu. Elma, já, fínt í dagbörstu en missa boltan út hins vegar. Klaufalegt eftir að hafa varist vel þarna. Það kom boltan ekki betur. Og Hulda Elma Eysteinsdóttir er að raða inn stigunum. Við kölluð Elma. Þá er Ásta Lilja mætt í uppgjöfuna. Já, þessi er inn á og Káa fær svo auðvitað bolta yfir en aðeins á lengi að bregðast við þarna og þessi í gólfið. Var þetta ekki Arna Védís sem að skora þetta? Það er að koma sér á blað hérna. Þá er Rut Gómez mætt aftur í uppgjöfuna. Fín stemning í Kámilinu, það er gaman að þessu. Pála hérna á Medina á með Gíu. Fram heldur þessi leikur hérna, frábær hávörð að Káa-liðið skorar. Pála del Olmo með geggjaða hávörð. Lokaði vel á þetta og það er rosalega gaman að skora blokkstig. Þetta er bara fyrsta blokkstig í leiknum, jú, það er rétt. Og Pála fer svo í uppgjöfina í kjölfarið. Já, Dagbjörn nær þessu á endanum. Þessi er inni. Vel gert hjá Asley. Hún er að skora sér 3. stig. Munurinn er búinn að vera núna svona 6 stig í svolítinn tíma. Skiptir öllu máli að reyna að brúa bilið sem fyrst fyrir gestina. En Káa-liðið er einfaldlega það öflugt að það er miklu betra en að segja að koma tilbaka. Hérna er Elma en þessi er úti. Rétt úti þessi bolti. 17-12. Já, kemur Þórunn. Föst uppgjöf, Arnur sér við þessu. Boltinn dettur hérna aðeins að vera ofan á netti og dettur niður Káa-megin. Staðan er 17-13. Skáum þetta sem ásjá henni Þórunni. Þá fer hún aftur hérna 3 stig hjá gestunum. Já, Pála nær þessu og fínt smass hérna hjá Elmu. Og þetta erfiðri stöðu og Káa-liðið verst þessu. Nú er tveggifæri, Elma enn og aftur. En vel gert hjá henni Þórunni og þessi bolti svo í gólfið og Káa-liðið fær stigið. Já. Mikið þetta að ná að höggva á þessa hreinu gestana. Það er búin að skora hérna 3 stig í röð og búin að minnka muninn í 4 stig. Þá fer Elma aftur í uppgjöfuna. Já, þetta er fæðið bolti og nú er séns fyrir gestina og gera þetta vel. Hún Arna Védís sneitti hennar bolta fram í hárunni og beint í gólfið. 18-14. Eru þær að ná að snúa þess að komast þér aftur inn í þetta. Og þessi ásjá Örnu minnkandi 3 stig. Vantar kannski aðeins upp á talandan hjá Pálu og Elmu þarna og það voru ekki alveg sammála hvort myndi taka boltan. 18-15, það er ennþá nóg eftir að þessu. Líkúta Matteo vilja taka leiklega, þessi bolt er eins og úti. Arna Védís skoði ás á það, núna setur hann boltan út. Þá kemur Ásta í framlínuna. Og Gíja tekur uppgjöfuna, skiptir svo út þegar hún missir uppgjöfuna. Þá kemur Arnur aftur inn. Og já, frábært hjá Gíu, skorar ás þarna. Það er Dagbjörn missettaði með bolta aðeins og misti boltan því aftur fyrir sig. Þá er ekki að sögum að spyrja, 20-15. Þá er skipting hérna hjá gestunum. Hún Arna Védís kemur út og inn kemur hún Anna Karen Jónsdóttir. Já, skiptingunni aflokið og Gíja reynir að fylgja þessum ás eftir.
Já, fín vörðin hjá Rut og Slatjana. Káliði verst þessu og Helena. Já, Sigurboltinn er fyrir Hávartina, áfram heldur leikurinn. Og þetta var vel gert hjá Asley. Sáum hérna Gía, þurfti að reyna nauðvörð þarna, misti boltan aðeins fyrir hátt upp fyrir sig og þar beið hún Asley og bombaði sig í gólfið. 20-16. Og þá er Arnrún mætt aftur á svæðið. Hér kemur Pála. Setur inn í Hávarnina. Nei. Setja það fær í netið. Þannig að þetta er fjórslag á KA-liðið. Þannig að staðan er 20-17 núna. Þær eru að minnka þetta hægt og bítandi. Asley fram í guðinni hérna. En nær boltanum ekki yfir núna og KA-liðið fær mikilvægt stig. 21-17, þurfa bara 4 stig núna til að klára þetta. Og þá er enginn önnur með Dína Luz mætt á svæðið. Þekkt fyrir ansi öflugar uppgjafir. Tók svakalega skorpu í fyrstu runni á móti HK í bikarúrslitaleiknum. Hvað gerir þau núna? Já, fín vörn hjá gestunum og KA-liðið fær þetta stig. Og stelpurnar eru aftur núna komna með ansi gott taka á þessu. 3 stig sem KA vantar upp á til að klára þessa fyrstu hrinnu. Kemur með Dína. Fastur bolti en vel varist á gestunum og erfið sending hérna aftur fyrir Slatjanu og hún er ekki boltanum yfir. Rosalega erfitt að taka boltan, hún er komin á ferðina. Að sjá að boltinn er fyrir aftan þig. Þurfa að beygja sig tilbaka og reyna að ná einhverjum kraft í boltan. Það er ótrúlega erfitt. Það sáu það að Slatjana náðum þessu ekki yfir netið kjölfarið. Og mistök hérna hjá henni Önnu Karen. Missir hérna boltan. Og KA kom í 24-17 yfir 4 stig á KA-liðinu. Eftir að Völsungur hafa gert mjög vel í að minnka til 3 stig. Þá eru 4 stig núna fyrir KA-lið búið að klára þetta. Ég held að stelpurnar missi þetta ekki úr þessu. En sjáum hvað gerist. Slatjana fær betri bolta núna. Elma upp með Dína og Pála. Og hún bombar þessu. Setur hann á Slatjanu sem hann nær ekki að verðast þessu. Og KA klárar þessa fyrstu hrinnu 25-17. Smá sveiflur í þessu en heilt yfir mjög fín hreina hjá KA-liðinu og endanum öruggur sigur 25-17. Staðan orðin 1-0 og við skulum renna aðeins yfir tölfræðina. Það er alltaf smá pása núna, liðin er að undirbúa sig fyrir næstu hreinu. Hér sjáum við hvernig þessi fyrsta hreina spilaðist 25-17. KA-lið með 10 smöss, gestir þó endaðu með 7 á móti og mig eiga það að þegar þeir náðu uppspilinu þá eru þær til alls líklegar. 2 ásar í KA-liðinu, einnig 2 ásar hjá Völsung, 2 laumur í KA, 1 hjá Völsungi, 1 blokkstig, það var KA-megin og KA-liðið fekk 10 stig eftir mistök hjá gestunum, 7 stig sem að KA gæslega gaf Völsung-liðinu. 3 mislingar uppgjafir hjá Völsung og 2 hjá KA-liðinu. KA skoraði mest 5 stig í röð, Völsungur 3 og KA komst mest 8 stigum yfir. Völsungur var aldrei yfir í fyrstu hreinu. Þannig að ég segi þessi sigur KA-liðsins ansi svona samfærandi og sanngjarn en hún ætlar að núllast þetta allt í þessari næstu hreinu og það verður spennandi að sjá hvernig hún mun spilast. Við tökum okkur svona smá pásu núna og til að hún næsta byrjar.
Já, ég veit ekki hvort þið heyrðu þetta, góður ánendur. En eins og segi, mikil stemning í KA-liðinu. Allar stelpurnar klárar vel þátt í þessu, þó sama hversu stórt hlutur þeirra er inn á vellinum. En það eru gestirnir sem að munu hefja þessa aðra hrinu. Það er hún Ashley sem að þau komast eftir á stað. Alltaf fara að verða klárt. Bíður bara eftir merkir á dómurunum að Ashley megi byrja. Getur oft verið erfitt að bíða lengi með boltan í höndunum eftir að fá að taka uppgjöfuna. En Ashley er nú öflugur leikmaður en ég held að þetta fara hún ekkert í hana þó hún fyrir aðeins að bíða. Já, og Elma hérna með Dína á Helenu og Helena bobbar þessu niður. Þetta var vel gert að KA-liðinu. 1-0 fyrir KA og það var hún Helena sem að nældi þessu. Já, áfram með þetta. Hér er Rut með gott svar fyrir gestina. Hún jafnar 1-1. Sem segir skiptir gríðalegu máli að Völsungur náði að virkja hana Rut Gómez. Stór og öflugur leikmaður og nýtir yfirleitt smössin sín mjög vel. Hér kemur Heiðdís. En KA-liðið svarar þessu en smastir frá Pálu ekki yfir, beint í nettu og niður. Og Völsungur leiðir 2-1. Fyrsta skipti í leiknum sem þær komast yfir. Gríðarlega mikið undir í þessari hinu fyrir sérstaklega Völsung. Erfitt að vera eða lenda 2-0 undir. Hér kemur Pála. Þetta er vel gert hjá henni. Fín móttaki af Ashley og Rut reynir að lauma en nægir boltanum ekki yfir. Sá að háðutin á KA var góð, þannig að hún reyndi að lauma en vantaði aðeins meiri krafti í þetta. Staðan 2-2. Þá var hún Helena mætt í uppgjöfuna. Og já, ekkert af þessu. Reyna að lauma þarna og Slatjana og hún skorar á endanum. KA-liðið náði ekki alveg að bregðast við þessu. Já, Slatjana Smiljanic gerði þetta bara listilega þó að mér finnst hún að KA-liðið að geta gert betur. Arturún gerir vel hérna með Dínu og nú er Helma frábær vörn hérna hjá Slatjanu. Nú fær KA utan bolti yfir. Pála hérna á með Dína yfir á Elmu. Elma laumar en vel gert hjá Þórinni og KA fær boltan núna aftur. Hörsótt að KA núna og Pála. Já, mögulegur gestina að svara. Rut en frábær vörn hjá Arturún er boltinn aðeins á hátt og fer upp í loft. Og Völsungur komið í 4-2. Það er mikil kraftur í þessum bolta þrátt fyrir fína vörn hjá Arturúnu. Þá fekk boltinn bara alla leið upp í loft. Það er nú þokkalega hátt til loftsending í KA-liðinu. Þannig að það þarf nú þokkalega til. Kemur Arturún á netinu og Ásta yfir og nú er góður bolti fyrir KA-liðið. Pála ítir við honum þarna og Dína laumar en Slatjana klárar slaginn. Með Rut í fínu færi en vel gert hjá Elmu og Pála upp og örgabolta yfir. Dína gerir það. Og hér kemur Rut Gómez og bombar þessu út. Þessi bolti er úti en já. Smá rugglingur hérna, já, Sigurbjörn Árna, en hann fáttar þetta og KA komið og minnkið þetta minna í 1 stig. Og Ásta Lilja núna með uppgjöfuna. Hún er fín og einhver misskilningur hérna hjá henni Dagbjörtu og Rut Gómez og þessi bolti endar úti. Ás hjá henni Ástu. Með þetta í nafninu, kannski ekkert óeðlilegt að hún sæki ykkur Ása.
Aftur. Rut missti boltan aðeins og langt, en Gía hittir boltan ekki alveg vel, þannig að aftur eru gestinni séns hérna og Rut Gómez skorar. Okkur ljóst að Völsungsliðið ætla sér sigur í þessari annar hreinu, en það þurfa þeir að vinna þessa hreinu. Það ég ætla að segja bara nær ómögulegt að koma tilbaka móti þessu KA-liði og undir 2-0 undir. Kemur Elma, hörkusmas beint á Ashley og það erfitt að bregðast við þessu og Elma að raðinn stigunum 7. stig í leiknum, 5-5 og stefnir í hörkuhrinu. Kemur Pála, fínn bolti, ágætis vörn hjá Rut þarna og KA-liðið fær hennar bolta. Sýndist það að vera yfirstig hérna hjá gestunum og KA komið aftur yfir. KA komst ekki hvað í 1-0 og núna aftur í 6-5. Kemur Pála aftur. Þetta fínt og Rut í vandræðum með þetta, en gerir á þokkalega úr þessu og það var allt og langt á milli manna. Elma gerði ágætlega að vera fyrir boltanum, en það vantaði einhvern samherja, þannig að þessi bolti endaði í gólfinu. 6-6. Jafnt á öllum tölum núna. Já, Þórunn með allt og fastaðan bolta. Þessi endaði bara í handboltateiknum og KA-lið ekki vandræðum að lesa það að þessi bolti verið úti. 7-6 fyrir KA. Þetta 4. uppgjöfin sem fer forgörðum hjá gestunum í leiknum, þarf að segja. Og ná valda þessu, núna kemur þægilegur bolti fyrir KA-liðið. Já, Arnrún upp á Medínu og hún kýrst hún á hilinu og frábær hávörð þarna. Sýnist að hún Heiðdís Edda sem var fyrir þessum bolta. Það ekki hver sem að blokka hana hilinu og hún gerir þetta vel. Hún kemur frábært uppspil en geggju vörn hjá Rut þarna. Þetta var erfið bolti en þetta var eitthvað smá klikk þarna hjá þeim Slatjönu og Örnu Vigdísi og þessi bolti endar í netinu og niður og KA-lið heldur fórustunni 8-7 en jafnt á öllum tölum núna. Mikil barátta hvort liðið tekur þessa hreinu. Já, fín móttaka þarna hjá Ashley og Ashley kemur svo aftur. En fín hárið KA-liðinu og núna, Helena bergar þessu og Medína flansar þessu. Og frábært hjá Elmu, Pála upp og núna auðvitað bolti fyrir gestina til að bregðast við. Nú kemur Ashley, setur hann í hárið og út, jafnar í 8-8. Það var hansi langt síðan að einhver leikmaður fekk að taka 2 uppgjafir í röð. Þá Arnrún mætt aftur á svæði. Fikk ekki langa hvíld þessu sinni. Þessi bolti úti. Já, Ashley sló hennan út. Og KA 9-8 yfir þessu segir. Þetta heldur áfram þessi rispa. Engin leikmaður var að taka 2 uppgjafir í röð. Spurning það breytist núna. Medína Laus, ótrúlega öflug í uppgjöfunum, sem á uppspilinu. Þetta gerir eins og Ashley vel og þessi bolti ansi fastur frá Rut nokkri Gómez og Artur reyndi sitt besta en þessi bolti skaust lengst upp í loft og beint upp í tjald meira að segja. Hann áfram með 9-9 og þessi leikur þessi önnur hrina svakalega jöfn og spennandi. Elma, Medína á Helenu, Helena bombar þessu og þær bjarga þessu, kom boltanum ekki yfir hins vegar Slatjana óöppin þarna, setur boltan með smá snúning í netið en hann snýrist ekki yfir eins og hún kannski ætlaði sér þarna.
Ef hann hefði farið yfir netið þá hefði þetta verið mjög erfið bolti fyrir Káa-liðið. Þessi staði Káa 10-9 yfir. Hér kemur Helena. Já, og þarna kom stigið sem að Káa-liðið búið að bíða eftir. Og Helena fær að taka uppgjöf aftur eftir hennan magna ás. 11-9 fyrir Káa. Það hlaut að koma að því að annar liðið myndi snúa að skora 2 stig í röð. Og hér kemur Helena. Fín móttaka þarna hjá Asley og Rut Gómez. Vá, sú var hátt uppið þarna. Og ekki vandrar með að plaffa þessu niður. Sá Bjarni Páll þjálfari ansi ánægður með þetta. Rut svo heldur betur að koma sér betur inn í þennan leik. Skoraði ekkert allt of mikið í fyrstu hreinu en er búinn að skora einhver 5 stig núna í þessari annar hreinu. Slatjana á Rut. Rut reyna að lauma með Dína Klár hérna. Arnrún upp á Elmu og Elma. Já, það bjargaði þessu og Rut. Arnrún reynir sitt besta en þessi boltar frá Rut eru einfallega ótrúlega fastir og öflugir. Og það veit ekki gott fyrir Káa-liðið að hún er komin í gang. Hún skora 6 stig í þessari annar hreinu af 11 stigum Völsungs. Það munar minna. Já, Helena hérna upp á miðjunni og Elma í hávörðina út. Vel gert hjá Elmu. Las hérna hávörðina og bombaði bara í hana og út. Þetta er viss list sem að þarf að kunna líka í blækinu. Það er ekki alltaf það besta að lögum boltanum fram í á hávörðinni. Káa 12-11 yfir. Ásta Lilja. Fín uppgjöf, Rut á Slatjönu og nú kemur stig frá henni Örnu Védísi. Og við erum komin aftur í það að liðin eru jöfn og skiptast á stigum. Þá er Rut mætt í uppgjöfina. Bolti fínn en Helena klári í slaginn og Pála. Svakalega hávörðina frá Asley. Hún var búin að... Hún beið bara eftir Pálu þarna. Við virtum bara hár hvað hann var að fara að gera. Nú er Sigurbjörn Árni eitthvað að ræða við hann Sigþór sem er einn af línuörðum leiksins. Já, þetta var aldrei spurning. Þetta var stig til gestana. 12-13 og Rut fína bolta en Arnrún góð hérna og Pála. Slatjana klár hins vegar, Rut og nú kemur þægilegur bolt fyrir Káa-liðið. Elma klár með Dína, fastan bolta á Gíu og Gía neglir sig niður. Hratt miðju uppspil þarna og Gía vel á varbergi, ná vel saman hún og Medina Luz og staðan 13-13. Pála kemur hér með á fínu uppgjöf og nú er möguleiki frábær hávörð í Káa-liðinu en boltinn út. Já, Asley slæðir hérna í hávörðina út. Þetta er fín hávörð í Káa-liðinu en ekki alveg hetti með þeim hérna og boltinn rétt út. Gestirnir áfram yfir, þá er hún Þórunn. Fín móttaka hérna hjá Pálu og Gía bombar sig niður. Hérna í 14-14. Þetta er svakaleg hrina. Hvorum megin ætlar þetta að enda. Gaman að sjá að leiknum beggja liða brosa nú bara á þessu og hafa gaman að þessu enda. Gaman að spila hörkuleiki. Kemur Elma. Já, fín móttaka hérna og Pála klár með Dína aftur á Pálu. Það er við það að missa boltan yfir en yfirstig hérna hjá Slatjönu. Það er lauma boltan hérna yfir en steig yfir línuna. 15-14 fyrir Káa. Elma aftur. Klár í slaginn. Gerir þetta vel en Rut
og Dagbjörn ekki alveg klárar með þennan bolta og Ás hjá Elmu. Það var þetta lúmskur bolti hjá henni og þá er leiklið hjá gestunum. 3 stig í röð K.A. Staðan var 13-14 fyrir gestina. En K.A. komið 2 stigum yfir núna og áhugavert að sjá hvað Bjarni Páll Vilhjálmsson, þjálfari Völsungs, leggur upp með. Þannig að sjá við tölfræðina í þessari hreinu til þessa. Segist staðan er 16-14, sjáum samt munin á liðunum. K.A. er með 5 stig úr smössum en Völsungur er með 10 af 14 úr smössum. Það segir okkur bara það að þær eru svolítið að stýra þessu núna. Hafa tekið aðeins yfir leikir myndi ég bara vilja menna. En hins vegar 3 ásæri K.A. gegn engum. 1 lumustig hjá gestunum og auk þess að vera með eina blokk. En K.A. búið að skora 8 stig af 16 eftir mistök hjá Völsung. En förum aftur í þetta. Elma, þessi er eins og er úti. Rut ætla að taka hann en sá svo að sér og lít hann fara. Gerði þetta vel. 16-15. Þá er Arna Vigdís mætti í þetta. Gerði þetta vel. Pála upp á Medínu. Medína á Helenu og Helena af háhörninu hjá Slatjunu. Og erfitt fyrir Örnu að bregðast við. Gott stig á K.A.-liðinu. Góð móttaka, gott uppspil og hörkusmass frá Helenu svo í kjölfarið. Og þá er Gíja. Sjáum þetta. 2 stiga munur. Spurning hvort að K.A.-liðinu ái að stinga þess að núna undir lokin. Stelpurnar hafa verið mjög öflugar í vetur að klára hörkuhrinur með öflugum lokaspretti. En þetta var vel gert hjá Asley. 17-16. Og hún fer svo í uppgjöfuna sjálf. Já, þetta er þægileg bolti fyrir K.A.-liðið og Helena aftur. En Asley klár hérna og Röð reynir að setja boltan hérna út. Gengur ekki, K.A.-liðið verst þessu og Slatjana nær ekki íta boltanum hérna yfir netið. Ætla myndi svo langa boltanum á hann en ekki út. Það var enginn að reyna að setja hann út. En já, 18-16 með Dína Luz. Eða Luf, eins og maður ávist að segja. Ekki alveg nógu góður í spænskunni. Og þetta er fínt hjá Medínu. Erfið uppgjöf. Og gestirnir ná ekki að ná valdi á bolta þarna. 19-16 er K.A.-lið að taka þetta. Sjá að Birna Baldursdóttir er farin að heita vel upp núna. K.A.-lið á hann alveg inni. Hún hefur verið núna frá þetta meiðsla. Þá kemur þessi uppgjöf frá Medínu í netto niður og staðan 19-17. Sjáum á Heiðdís Edda. Reynir hún að fyrir sér. Það er einhver misskilningur þarna hjá Elmu og Pálu. Boltinn á milli þeirra og Ás hjá Heiðdísi minnkaði til 19-18. Núna kvittar vel aftur í húsinu. Frábær stemning, frábær mæting líka. Pála, já, Asley á Slatjunu og hún yfir á Rödd. Rödd bombar þessu niður. Það er rosalega erfitt að eiga við hana Rödd. Hún jafnar í 19-19. Þrjú stig í röð hjá Völsung og K.A.-lið tekur leiklið. Já, leiklið hérna sem að hann Bjarni Páll tók á hann hefur aldeilis kveikt aftur á gestunum. Spurning hvað Matteo hefur fram að fara núna. Hann seti Birnu Baldursdóttur inn á. Það væri allavega ágætis ráð til að reyna að bregðast við þessum smössum frá Rödd.
Birna gríðarlega öflug í hávörðinni. Líklega bara einhver besti blokkari landsins. Virkilega eiga hana bara inni, en nei. Birna þarf að bíða eitthvað lengur. Þá reynir Heiðdís aftur fyrir sér. Hvítbolti, nú er Elma klár og Helena sigur hann inn. Þessi er inni allan daginn. Hafa þarna góða yfirsýn yfir völlinn. Setti boltan bara nákvæmlega sem að engin Völsungs-leikmaður var. Helena gríðarlega öflug. Vann allt sem að hægt var að vinna með Þrótti Nes í fyrra. Er búin að vinna núna fyrstu 2 titlana með Káa. Hún ætlar sér þann 3. líka. Þessi bolti þægilegur Káa-lið með Dína yfir á Ásta. Stígur að mér sýnist aðeins yfir línuna þarna. Og staðan því 20-20. Slatjana þessi af netinu og þessi er það þægileg bolti fyrir Rut og Rut er að koma að Völsung yfir. Móttakarna Káa-liðinu ekki alveg góð, boltinn upp í loft yfir netið og þar beið Rut spennt og bombaði þessu niður. Slatjana aftur uppgjöfinni. Ætla gestirnir að taka þetta. Þessi ás. Þessi stig eru rosalega súrt að fá á sig. En rosalega gaman að skora þessi stig og Slatjana Smiljanic er að koma Völsung allt í einu 2 stigum yfir. Nú er skipting. Birna Baldursdóttir kemur inn á fyrir Ástu Lilju. Birna ætla sér greinilega að loka betur á hana Rut. Aftur tvisvar í röð skorar Slatjana Ás með þessi boltan í netið og yfir. Það er ekki algilt að sjá 2 svona í röð. Og þá tekur Matteo leikhlé. 2 leikhlé á Matteo núna á skömmum tíma. Er Völsungsliðið að taka þessa aðra hrinu, jafna þar með í 1-1. Skiptir eins og segi öllu máli fyrir Völsung að missa ekki þessa hrinu. Sama tíma fyrir Káa-liðið, ef að ná þessu þá er þetta orðið ansi gott. En nummer 1, 2 og 3, það þarf að stoppa þessar uppgjafir hjá henni Slatjunu Smiljanic. Hún hefur verið að taka það ansi stuttar en sjáum að Káa-liðið komið mun framar á völlinn. Þessir hælur, Helena og Elma skorar, mikilvægt stig og Káa-liðin er létt. Þá missum við hins vegar Birnu í afturlínuna. Gía mætt hins vegar í framlínuna. Birna ekki búin að gera mikið í þessum leik. En flott uppgjöf henni. Og fín hárið á Káa-liðinu og yfirstig á Rut Gómez. Þetta er rándýr stig fyrir gestina. Káa-liðið búið að minnka þá í 1 stig núna, 22-23 og þessi hrina er í járnum. Aldrei muna meira en 3 stigum á liðinum og yfirleitt verið jafnt. Birna aftur, þetta er fínt. Hér kemur smassið en Birna gerir vel, boltinn þælur yfir en Arna Védís vísenda boltan, setur hann í neti. Þetta hefði ekki verið þægilegt stig fyrir gestina en hún hittir einfallega ekki boltan ægilega vel hún Arna og staðan allt í einu orðið 23-23, 3 stig í röð Káa-liðinu. Gleymið því ekki að það þarf að vinna með 2 stigum. Þannig að ef að annað liðið skorar hann á 2 í röð þá er þetta búið. Eins og segi til fyrirmyndar mætingin hér í dag. Flott mæting bæði af stuðningsmönnum Káa og Völsungs
ófáar grænar peysur í stúkunni. Mjög gaman að því að fólk sé að koma, ég ætla þessum ekki að segja alla leið frá Húsavík, heldur bara að leggja í þessa ferð. Þetta eru nokkra mínútur sem fara í þetta. En aftur að leikna Birna. Komið vel inn í þetta. Astley tekur á Slatjunu og Ruth Gómez, en góð vörn á Hillinu og þarna vantaði að taka annan boltan. Þetta Medina eða Gía voru ekki alveg klárar. Það Medina sem uppspilur á að taka boltan, en það er kannski full langt frá honum. Og nú getur Ruth klárað þetta fyrir Völsung. KA verður að fá þetta stig til þess að fá uppbækkununa. Þessi bolti í netið og erfitt að bregðast við þessu og Völsungur tekur hreinu 2, jafna í 1-1. Ruth Gómez 11. stig hennar, það er 10 í þessari annari hreinu og KA verður að finna lausnir á þessu útspili gestana, að setja boltana í þetta bara alltaf á Ruth. Staðan 1-1. Og þetta er sem ég sagði, að þetta er engin að afskrifa leik gestana. Þær eru ótrúlega öflugar og þessi leikir milli KA og Völsungs í vetur hafa verið hörkuleikir. En nú er bara spurning, nær KA-lið að svara fyrir þetta. Þetta hefur verið sárt. Stelpurnar voru í ágætis stöðu. En þetta er svo sem fínt fyrir okkur sem erum bara að fylgjast með leiknum. Það er mikið spenni í þessu. En hérna sjáum við með tölfræðina þessari annari hreinu. 23-25 sigur Völsungs sem jafnar í 1-1. 14 smöss gegn 9. Munurinn var nú meiri fyrir í hreinunni. 4 ásar báðum megin. 1 lauma hjá Völsung og 1 blokkstig. KA-lið vantaði tölvut upp á sóttina í þessari hreinu. Sjá að 10 stig eru eftir mistök hjá gestunum. 5 stig sem að Völsungur skorar eftir mistök á KA-liðinu. Sjáum við að mesta fórustan 3 stig, muna aldrei verið 3 stigum á liðunum. Og lengsta stigarinn að KA skorar mest 3 stig í röð, Völsungur mest 4. En já, þetta snýrið svolítið. KA-liðið var svolítið meira að stýra sóttinni í fyrstu hreinu. En núna voru það gestirnir sem að tóku meira völdin. Og klárt mál að KA-liðið þarf að bregðast vel við ef ekki á illa að fara. Já, sjáum að Ruth Gómez stigaðist hjá Völsung með 11 stig, Astley með 7, Arna með 5, Heiðdís Edda 3, Ásandinn Slatjunu og Þórunn Harðardóttir með 1 stig. KA Hulda Elma Eysteinsdóttir stigast með 10 stig, Helena Kristín með 5, Pála með 4 og Gía líka, Ástalíra með 2 og Luis Medina 1. KA-lið þar klálega ná að virkja leikmenn eins og hérna Pálu betur. Pála meðtalið með einhver rúmlega 13 stig í leik í vetur. Þannig að það er klárt mál að það þarf að virkja hana betur. En þriðja hreina hérna að fara að byrja. Medina Laus mun byrja þetta. Gerir þetta vel. Astley tekur á móti Slatjana og fítbolti þarna, það er sem fyrir Elmu og hér kemur Helena Kristín. Fín hávörn og þetta er möguleiki Ruth Gómez og bombar þessu. Arnrún er ekki að stýra þessu betur. 1-0 fyrir Völsung og þær halda áfram að bomba boltanum á Ruth sem getur ekki annað en skorað. Það hefur kvittnað svakalega á henni. Það er eins og ég segi, spurningum að reyna að koma Birnu betur á. Hanna Ruth. Hér kemur Birna. Ágætis hávörn hjá gestunum og Ruth aftur. Og hún skorar.
setur hann utarlega núna og Elma nær hún ekki 13. stigið hjá Rut Gómez í leiknum. 2-0 fyrir Völsung. Það er fara betur á stað í þessari þriðju hrinnu. Eru þar að fara að taka þennan leik, maður veit aldrei. Hér kemur Pála. Rut klár hérna í slaginn, Slatjana og Asley, en Medina Lust klár hérna og Arnrún á Pálu. Pála slær hann út. 3-0 og nú er Matteo aðeins að segja hann til. Já, Heiðdís mistök hjá Elmu, missir boltann í gegnum hendunar og 4-0 ás hjá Heiðdísi og það stelpurnar smá hring, peppa sig aftur í gang. 4 stig, ekki neitt í blakinu. Það fyrir bara að fara að ná að stilla sig betur saman. Kemur Heiðdís aftur, núna er Elma klár í slaginn, Medina upp á Pálu, Pála yfir og frábær stig. Vel fagna hjálmulinu, þetta var mikilvægt stig, stelpurnar komir í gang og Helena Kristín mætt í uppgjöfuna. Væri gott að ná að brúa bilið bara sem allra fyrst. Helena, þessi uppgjöf úti. Vel gert þarna hjá Örnu Védísi að láta boltan fara. Það er alltaf erfitt að vega og meta þetta. Auðvelt að gera svo þegar maður er svona ofalega í blaðmannastúku að fylgjast með þessu, allt annað af vellinum. Það kemur Slatjana, svo tók Magnar uppgjafir hérna í þriðjurinu og Arnrún er ekki að eiga þennan bolta. Staðan 5-1. Nei, fyrir ekki 6-1. Já, og leikhlé hjá Matteo. Þessi byrjun á þriðjurinu ekki alveg það sem KA-liðið ætlaði sér. Já, þetta er eins og ég er búinn að vera að segja. Völsungsliðið er búið að taka svolítið stjórnina sóknarlega séð og KA-liðið hefur ekki náð mörgum góðum sóknum núna. Bæði í þessari þriðju hrinnu og annar hrinnu. Og þær verða að ná að koma sér betur í gang. Þetta er einmitt frábær byrjun. Það er Pála. Hennar annað stig í þessari hrinnu. Þetta var sem ég talaði fyrir hrinnuna, að koma Pálu betur á stað inn í þetta. Það skiptir öllu máli. 2-6 og Birna Baldursdóttir mætt í uppgjöfuna. Hún kom sterk inn á hann og skorar hérna ás. Þetta eru svo mikilvægt stig. Sett hann bara beint í miðjuna á völlinn og þar vantaði vörn hjá gestunum. 6-3 og fýtt boltið þarna. Dagbjörn tekur mútið þessu og hér kemur boltið sem að Birna verst. Boltin yfir á Pálu, Pála laumar en frábær vörn hann hjá Slatjönu. Rut með örganbolta yfir, Gíja upp, Medina á Pálu, Pála reyn þetta. Setur hann út, engin snerting. Og staðan 3-7 fyrir Völsung. Þetta var úrvalsfæri. Bara einn í hávörn á mótinni en Pála setur hann út. Og þá er Rut Gómez mætt hérna. Arnrún gerir vel hérna og Elma setur hann í netið og niður. Frábær smass hjá Elmu. Það skiptir svo miklu máli að móttaka sig góð, þá er auðveldara fyrir Medínu að koma með gott uppspil og Elma kláraði af stakri snilld.
Pála. Hýtti hann í Rut sér við þessu og hér kemur Astley, en frábær hávar í KA-liðinu. Nú er sótinn KA megin og Elma bombar þessu niður. Þetta er svona þekkjum KA-lið. Þvinga fram mistökin hjá gestunum með því að sækja af krafti. Þetta snýst allt það að pressan sé á hinu liðinu. Og nú kemur ágætisbolti en hann er úti. Arna Védís hérna. Þetta var erfitt til að smassa úr. Hún var svolítið frá netinu og boltinn erfitt að stýra honum, hann fær endi inn á vellinum. Þetta fór hann út og staðan var 6-7 fyrir KA. Nei, fyrir Völsungur fyrirgefið, 3 stig í röð KA-liðinu. Og frábærlega gert hjá Elmu. Sá að móttakan hjá Röð var aðeins of löng. Fór yfir netið og þar beið Elma og sett hann og stýrði hann bara í gólfið. KA var jafn í 7-7. Þetta er fljótt að gerast. Hvað, hann var 6-1. Og KA búið að svara með 6-1 kafla. Og leikli hjá Völsungi. Bjarni Páll Vilhjálmsson. Eins glaður hann var rétt á hann. Þá hlýtur hann að hafa smá áhyggjur núna. KA-liðið að sína allt annan leik. En þrátt fyrir það þá er Matteo sem að tala aðeins lengur við sitt lið. Stelputan er bara að hafa gaman að þessu. Það var einstaklega gaman að fylgjast með þeim í bikarúrslitaleiknum síðustu helgi. Mikil stemning og mikil gleði í hópnum. Öllum stigum fagnað innilega. Ja, kemur Pála. Og hér kemur Astley. Fín hávarð í KA-liðinu en boltinn yfir Pálu. Og Völsungur heldur áfram að stýra þessum leik. Astley líka eiga góðan leik, 8. stig hennar í leiknum. Munar rosalega hana Astley og Rut hjá gestunum. Þórunn með uppgjöfina, Pála sér við þessu og nú kemur bomba frá Elmu og þá er ekki að sögum að spyrja. Neglir svona á Rut Gómez sem hann er ekki að verjast þessu. Já, þá er Elma mætt í uppgjöfina sjálf. Nýbúin að skora sjálf og já, krefindi boltið þarna og kjölfari kemur hún Arna Védís boltanum ekki yfir. Staðan 9-8. KA skyndilega komið yfir eftir að Völsungur var í lykilstöðu hérna rétt áðan. Þetta er það sem er blakki snýst gefast aldrei upp, hlutnir er svo fljótur að breytast. Rut með svars á afturlínu, Arnrún klári slaginn og núna er Helena og þessi er inni alveg í hornið. Þetta var já hnit með að smasi á Helenu. Sem alveg skiljanlegt að halda bolti með alveg út og sleppa að taka hann, en þessi bolti alveg í hornið. KA komið 10-8 yfir núna. Frábær kafli á stelpunum og frábær vörnina á Elmu og boltinn núna yfir á Helenu og hún skorar. Slatsjana komið boltan þaðan í Dagbjörtu og niður. Boltið bara það rosalega neðarlega. Erfitt að ná honum vel upp hérna. KA 11-8 yfir. 10-2 kafli núna í KA-liðinu. Og þær vilja meira, ef ég þekki það rétt. Slatsjana á Astley í hárnina. Nú er Pála klár með Dína upp á Gíu og þær ná ekki að bjarga þessu hetjuleg baráttu hjá gestunum, en KA-liðið er að rúlla yfir að leik eins og staðan er núna. 12-8, 5 stig í röð. 11-2 kafli. Hulda, Elma fyrirgefur og KA fær þetta stig.
Það að gefa Elmu ásinna 15. stig Elmu í leiknum, þvílík frammistaða hjá henni. 6 stig sem KFB skori röð núna. Jæja, röð sér við þessu, núna geta komið boltanum betur yfir. Pála frábær móttaka, nú dauð að fara í KFB-liðinu. Elma, en hún að skora? Ég hef voru að tala hversu ótrúlega mögnu Rödd Gómez sem voru að leiknum. Hversu öflug Elma búin að vera, Elma Eysteinsdóttir. Og þá leikli á gestunum, staðan allt í einu orðin 14-8 fyrir KA eftir að staðan var 1-6 fyrir Völsung. Þetta búið að snúast algjörlega. Þetta sem að góð lið geta gert. Virðist kannski vera alveg í gangi, kveikja svo á sér og þá ekki að sögum að spyrja. Völsungsliðið virðist bara að fá svör við KA núna. Gott líka að halda Elmu í uppgjöfunni. Þær eru öruggar góður hjá henni. Sprettur þarna á Medínu. Kemur Elma, já. Slatjan á Asley, þetta fínt. En Arnrún klár hérna og Medína á Gíu. Flott hávörn og nú sens á gestunum Asley. Fín hávörn. Pála að velgeti Arnrúnu, hljópaðan náðu boltanum. Boltinn yfir, nú samt sens á Asley. Pála, frábær björgun og kom boltan yfir. Helena fyrirgefi, Rödd. Og þetta stig verður mikilvægt. Hvor minn endar þetta? Pála. Vel geta Slatjunu og Rödd á Asley. Pála klárar þar aftan hárðina og lauma frá Medínu. Það bjarga þessu og Asley enn og aftur. Pála tekur þetta, Medína og Arnur setur henni yfir. Vel gert. Asley enn og aftur bara mikið væð á henni og hún skorar frá endanum. Það var mikið pláss á miðinni og Asley sló boltann þangað. Þetta er hérna 4. smass eða eitthvað í þessari sókn. Þetta hefur væntanlega tekið svolítinn kraft. En þetta hlýtur að gefa mikið andlega fyrir gestina að ná þessu stigi. Minnka nú líka munin í 5 stig. Arnur gerir þetta vel, setur hann á Medínu og lauma hérna á Gíu, frábær björgun hérna hjá Rödd. Og Medína á Helenu í hávörnina hjá Slatjunu og niður. Já. Vel gert hjá Helenu Kristínu Gunnarsdóttur. Og Birna Baldursdóttir mætt á svæðið. Fín ekki á Helenu, nei hjá Gíu fyrirgeði. Og hér kemur Elma úr afturlínunni. Fín vörðana hjá henni Örnu og Asley. Og aftur möguleiki hjá gestunum. Aftur kemur Asley og hún setur hennan út. Smassar í netto út. Það mæðir rosalega á Asley núna. Jæja. Gía aftur hérna. En missi boltan aðeins frá sér og því fór sem fór. 16-10. Og Asley Nicole Dietrich fær hún að smá pásu frá smössunum. Það alla í framlínunni og tekur uppgjöfina. En nær boltan ekki yfir netið. Munaði ekki miklu samt hjá henni. KA 17-10 yfir. Nú stelpurnar bara að klára dæmið. Komast í 2-1. Jæja, Medína. Föstu uppgjöf. Það ná að bjarga þessu en þæliboltur í KA. Medína hérna upp á Birnu. Birna bombar þessu og skorar. Arna Védís reyndi sitt besta en boltinn fastur frá Birnu og skorar.
kjölfari fær Pála aðeins að þrífa skónarnar. Áhugavert fakt sem að KA-liðið byrjar að nota. Og Medina Luz kemur hérna aftur með boltan. Flott uppgjöf en enn betur í móttaka Döbbertu og svakalegt smass frá henni Rutt. Artur gerir sitt besta en það bara rosalega erfitt að taka svona smöss í afturlínu. Það að segja sem varnarmaður að vera í afturlínu. Og Heiðdís Edda hefur átt góðar uppgjafir í dag. Ingi vill gera á en Pála gerir vel. Medina á hilinu. Frábær vörn hérna af gestunum og Rutt laumar. Frábær björgun hjá Medínu. Birna upp. Pála kemur hann yfir. Núna séns á gestunum. En KA-lið gerir virkilega vel. Birna munar rosalega að hafa hann í hávörðinni. Og Helena stígur ekki yfir. Gerir þetta vel. Rutt. Og Elma kemur þessu upp hérna. Nú séns á Pálu. En Asley vel á Arbyggi. Rutt bombar þessu. Frábær björgun. Arnrún endurskangandi. Og Medina kemur hann yfir. Þessi bolti ennþá í gangi. Og svo endar þetta á smassi á Rutt. Og hún fagnar óhúrlega. Rutt Gómez 15 stig í leiknum. Það mikið ósæðlega hefur gaman hvað Birna Baldursdóttir hefur gaman að þessu. Fekk hérna á sig stig og smassa yfir hana. En hún brostir svo bara og hafi gaman að þessu. Ansi Sigursæl íþróttakona og Birna. Já, Elma, Arnrún upp hérna og Pála. En Asley gerir vel. Slatjana á Rutt. Rutt laumar en Pála klár. Og Pála fær svo boltan aftur. En góð hávörð til Slatjanu og Medina og Birna. Þetta stig á KA. 19-12. Þetta þurfa að hafa mikið fyrir stigunum núna. Völsundsliðið gefur ekkert eftir. 19-12. Helena. Já, gerir það vel. Móttakan ekki nægilega góð. Og KA 20-12 yfir Ás hjá Helenu. Þá skipting. Þá hún Iðunn Bjarnadóttir að fá að koma inn að fyrst í þessum leik. Kemur inn fyrir hana Þórunni. Svo hvaða áhrif það hefur á leikinn. Nau, annar Ás í röð hjá Helenu. Sá hérna autt svæði sem hún plaffaði boltanum á. Eða plaffaði hún bara svo sem bara hnýtt með uppgjöf. KA-liðið að klára þessa þriðju hrínu. En þá reyndar gerist þetta. 21-13. 7. uppgjöf sem KA klúðrar í þessum leik. Já, það getur allt gerst í þessu. Bolta segði hann ekki alveg bakandi. En Slatjana kom boltan og mistök hjá Helenu. Og staðan 21-14. Þetta ekki alveg búið en það þarf samt ansi mikið að gerast til að KA missi þetta. En Slatjana skora ófáa ásana í þessu leik. Arnrún gerir þetta vel. Pála missir hann eins og yfir. Og hann úti, endar úti. Hann svona rétt fór í netið en endaði hins vegar úti og 21-15. Það hefði verið mjög lúm stig fyrir KA ef hann hefði ekki farið svona langt til hliðar. Þessi úti, vel gert hjá Arnrúnu. 22-15 og í kjölfari fær hún svo á pásu. Nú skipting og hún Birna fer út og inn kemur hún Jóna.
Já, Jóna Margrét er gríðarlega efnileg stelpa og fær hérna að taka uppgjöfuna, gerir þetta vel, virkilega vel og í kjölfarið skorar Elma. Lenti miklu vandræði með uppgjörn frá Jónu og Elma eins og oft áður lúrði þarna við netið og bombaði hún niður 23-15. Jóna Margrét fær því að halda áfram að taka uppgjöfurnar. Nýlega valin í U17 landsliðið og hún skorar Ás núna, bombar honum á Dagbjörtu sem að ræður ekki boltann. Þvílík innkoma hjá Jónu. Ætlar ekki bara að klára þetta bara. Káa þarf 1 stig í viðbót til að klára þessa 3. hrynu. Þetta er alvöru innkoma hjá henni og kemur Jóna aftur. Og hvað sagði ég? 3. ásinn, eða ég vissi ekki 3. ásinn, en 3. frábæra uppgjöfun hjá henni, 2 ásar. Þetta var glæsilegt. KA-liðið byrjaði hrynuna hræðilega, lenti 6-1 undir en vinnur svo 25-15 sigur. Þetta gera bara góð lið og KA-liðið komið í fína stöðu, 2-1 yfir, þarf bara að vinna næstu hrinu til að klára þetta. Geggjuð innkoma hjá Jónu Margréti Arnarsdóttur. Gaman að því að pappeinar eru mitt að stjórna tónlistinni, formaður bætildar og til líbero í kallaliðinu. Hann fagnaði þessu manna mest hérna. Má nú vel við því. Hérna sjáum við tölfræðina úr 3. hrinu, 25-15 sigur KA. Hérna snýrist það algjörlega við Smössin KA með 12 gegn 6 hjá Völsung eftir að Völsungur hafði verið að stýra eins og sóttinni svolítið í 2. hrinu. Á kviknaði vel að KA-liðinu núna 6 ásar, þar að 2 hjá Jónu sem komaði inn undir lokin, 3 hjá Völsung, 1 lauma hjá KA-liðinu, 6 stig báðum megin eftir mistök hjá anstæðingunum og 3 uppgjör sem KA klúðraði gegn 2 7 stig sem KA skoraði mest í röð, 4 hjá gestunum og mesta fórusta 10 stig hjá KA. Það er lokatölurnar 25-15 og 5 stig sem að gestunum náðu hérna í stöðunni 6-1 en síðan ekki söguna meir og KA komið í 2-1. En nú slutum við okkur smá pásu með bíðum eftir 4. hrinu. Já, áfram KA-menn, Ómar hérna í KA-húsinu, eða KA-heimilinu. Núna er 4. hrina að fara í hönd og eru gestirnir aftur í þeirri stuð af elarinn að verða að vinna. Ok, ekki bara eiginlega, þeir verða að vinna þessa hrinu, annars er leikurinn úti. 2-1 fyrir KA-liðinu og spurning hvort að sé nóg eftir að tanknum hjá gestunum. Þær eru minna að dreifa álæginu. Hér er Pála, en fín móttaka hjá Dagbjörtu og Rut með örgumátt yfir og þarna, já, Arturún hætti við að taka boltan og Elma hefði gett ráð fyrir að hún myndi taka hann. Það er gefa bara hvor annar 5 og áfram með smjöri. Fyrsta stíð er gestana, 1-0.
Slei. Arnrún ekki vandrar með þetta, setur beint á Medínu og geggja smass hjá Birnu. Neglir við sér hávörðina og út. Hrikalega gott fyrir Káa að Birna sé að koma aftur. Rosalega mikilvægur hluti af þessu liði. Hvort sem það er inn á vellinum eða í kringum þetta. Frábær hávörð og Arnrún upp á Elmu og frábær björgun hjá Dagbjörtu og henni er Birna klár. Ótrúlega hefur hún gaman af þessu og hún búin að skora bæði stig Káa í þessari hreinu, 2 fyrir Káa. Kemur Elina. Dagbjörn ræður ekki við þetta og Káa komið í 3-1. Og þá stefnir í skiptingu, líberó skipting. Hún Dagbjörn fær aðeins að hvíla og Arney Kjartansdóttir kemur inn. Og mæða mikið á Dagbjörtu, þannig að sé eðlilegt að hún fái aðeins að bústa. Slatjana og frábær björgun hjá Helenu og Pála nær hún svo ekki yfir, bombar sér netið. Og staðan 3-2. Mikilvægt að fleiri stíu. Ég finnst að Pála ekki alveg átt hennar besta dag, en frábær lauma hjá Birnu Baldursdóttur. Sú er að raða stigur núna. 3. stig hennar í þessari hreinu af 4. Og Birna fer svo í uppgjöfuna. Eins og við urðum bikarmeistarar án Birnu, þar sem hún var meidd. Þetta styrkir þetta Káa-liðið allt svakalega að fá hann inn. Sjá að Birna var klári að reyna að bjarga þessi bolta, koma aftur yfir. En það hefði verið ótrúlegt ef það hefði tekist. Nú fær hún aðeins að pústa. Arnrún kemur aftur inn sem líberó. Já, sem líberó, það er líberó. Það var Slatjana. Og Pála sér við þessu. Medína á Gíu, en vel getur Slatjönu. Lauma hér. En Káa-lið verkar þessu og Elma bombar í hávötan út. En er Elma Eysteinsdóttir að raðin stigurum 18. stigið í leiknum hjá henni. Þvílík frammistaða. Vísu skorað mjög mikið í vettur, einhver 13 stiga með til leik, en hún er vel yfir því í dag. Pála, en hann sleikir vel hérna og frábær hávörð hérna hjá Medínu og Arnrún í kjölfarið og Gíja Guðnadóttir skorar núna sitt 7. stig. Káa komið 6-3 yfir og mér finnst bara einhvern veginn leikurinn vera að spilast þannig að Káa-liðið sé komið svolítið með tanga á þessu. Kvikna vel á gáfavélinni og þetta gengur orðið ansi smurt fyrir sig. Pála situr endar í netið hérna. Þá er Rut Gómez að fara hérna í uppgjöfuna. Þurfa að ná að svara, en þessi uppgjöf er út. Arnrún fluglæs á þennan bolta og sér hann er úti. 7-4 fyrir Káa. Til Elma. Fín uppgjöf og þessi er úti. Reynda að bjarga þessu hún Arney, en náði ekki að verðast þessu og við gefum ás á Elmu. Allavega eins og við reiknum þetta í Káa TV. Elma setur hann eins og það í net og niður núna. Kýlum ekki yfir. Staðan 8-5. Káa-liða gera aðeins að mistöku núna. Þeim er að halda gestunum svolítið inn í þessu. Mætir hún Þórunn. Fín uppgjöf, en Pála gerir þetta vel og nú er séns.
Rudd kemur svo vel upp, Þórunn kemur svo ennþá herra upp og í kjölfarið Ashley að reyna að smassa þarna standandi. Í staðan fyrir að taka bara gott fingerslag yfir og KA 9-5 yfir. Erfiðu bolti þarna fyrir Ashley og hefði raunin gott að taka bara gott fingerslag yfir. Gía, þetta vel gert. Nú sens á gestunum, Ashley, hún skorar svo. Gía mætt en smassi fast. Og Ashley að skora sér 10. stig í leiknum. Komin í 2 stafa tölu. Sjá hérna Arna Vigdís, já, en Arna ekki vandræði með þetta. Nú kemur Birna upp á Helenu og skorar. Setur hann á hana Arnu og Helena komið með 12 stig. Já, vel gert hjá Medínu, en góð móttaka hjá Rudd og þessi bolti hins var allt of utalega og Arna Vigdís klikkar hérna. KA-lið 11-6 yfir. Þá skipting, þá fær Arna aðeins að pústa og Anna Karen Jónsdóttir mætt á svæðið. Já, Bjarni Páll þarf aðeins að dreifa álaginu. En spurning hvort að þessi kannski orðið bara svo seint. KA-liðið 2-1 yfir og í góðri stöðu hérna í þessari 4. hrinu. Hann var að klára bara leikinn. Medína föst uppgjöf en það ná að berga þessu og aftur möguleikinn KA megin. Hér Helena. Og þessi úti. Ágætis spil en smassið út hjá Helenu. Þannig að 13. stig þarf aðeins að bíða hjá henni. Kemur Ashley. Elmi gerir vel. Medína yfir á Pálu. Pála í hávörðina. Frábær hávörði á Sladjunu Smiljanic. 11-8. 2 stig á gestunum. Minnir í 3 stig núna. Já, vel gert hjá Arnrúnu og Medína fyrir á Helenu og tvíslag dæmt á gestina. KA-liðið fær hérna ansi ódýr stig. Ekki oft sem að dæmt tvíslag í svona gæða miklu blaki. Hér kemur Helena. Rudd missir hennar bolta ólan frá sér og KA aftur 5 stigum yfir. Alls ekki slæmur ás hjá Helenu. Og leikhlé hjá gestunum. Það spurning hvað Bjarni getur lagt upp með núna. Það erfitt að stoppa KA-liðið þegar það komið svona vel af stað. Og ég trú ekki öðru en þessi búið að taka ansi mikinn toll. Þessi leikur, sérstaklega úr þeim Rudd Gómez og Ashley Nicole Dietrich. Búið að smassa gríðarlega mikið, búið að mæða rosalega á þeim. Og það tekur einfaldlega mikið á. En sjáum hvað gerist. Helena gert og þarna misti Arni boltan of langt frá sér og þarna var Birna klár í slaginn eins og svo ofta áður, bombað sér niður. 14-8. Já, mér finnst það allt bent til þess að KA klára leik 3-1. Hér
Kemur Slatjana á, ok, það eru ekki alveg búnar, núna kannski dreifar áleibarnir þegar að leyfa Slatjunu að smassa meira. Hennar 7. stig í leiknum. Þá er Þórunn Harðardóttir aftur mætt á svæðið. Já, vel gert hjá Arnrúnu, frábær móttaka og hér kemur Elma og hún setur hana í Slatjunu út. KA-liðið 15-9 yfir. 20. stigið hjá Elmu. Þá er Jóna Margrét Arnarsdóttir mætt aftur á svæðið. Þetta er svakalega innkomu í lok 3. hrinu. Tók 3 uppgjafir. Fyrsta uppgjafin gaf dauðafæri fyrir hana Elmu og sko, svo fylgdu 2 ásar í röð. En það er ná að bjarga þessu. En nú er sénsinn KA megin með Dína á Gíu og Gía. Já, ok. Vel gert hjá Önnu Karen og nú er séns en frábær smass hjá Rut í hávörðina og beint niður. Þá er afturskipting, Jóna kemur út fyrir Birnu sem að fer svo beint aftur út fyrir Arnrúnu. Skemmtileg snúningur hana. Ja. Slatjana Smiljanic kemur þetta mjög kjöðuna sem að Arnrún gerir mjög vel. Beint á Medínu og Elma bombar sér niður. Því líkur stjörnuleikur hjá Huldu Elmu Eysteinsdóttur. Ég sjá líka hvað þetta er vel gert í móttökunni hjá Arnrúnu. Stendur beint á Medínu laus sem að við þarf næga tíma í að koma með góða sendingu á Elmu sem bombar sér niður. Þetta sem þetta snýst allt um. Tengja vörn og sókn vel saman. Og hér er fínt smass hjá Örnu Védísi Bjarnadóttur. Hún er skorað sitt 7. stig í leiknum. Hún er að finna fjölur sinna aftur. Þó að sér endar ekki það var mikið fjalir hérna í kámilinu. Það dúkur á gólfinu. En Rut Gómez kemur hérna, vel getur Helenu með Dína á Elmu og Elma getur ekki hægt að skora. Slatjana reyndi sitt besta en þessi smöss hjá Elmu eru ótrúleg. 22 stig í leiknum. Og kemur Elma með kjöfuna, fín móttaka hjá Asley og nú er séns en með Dína laus. Klár hérna að gera þetta vel. Helena, ok, nú er sénsinn á gestunum. Asley, frábær hávörð en boltinn út. Gía stökk hérna vel upp en því miður boltinn af henni og út af. 17-12, þetta er ekki búið þó KA-liðið sé í góðri stöðu. Fín stemming í kámilinu enn og aftur, en þessi bolti er út. Þórunn Harðardóttir með uppgjöfuna en hún er föst og enn er KA-liðið að gera vel í að lesa þetta. Já, kemur Gía. Já, ok, nú er fýtt séns á gestunum og hún Arna Védís. Það er kvittnað að henni. 7. stig að henni og 18-13. Nú fer hún sjálf í uppgjöfuna. Arnrún aftur mætt í vörðina KA-liðinu. Og Medína laumar þessu frábær. Maður bara að bíða eftir þessu frábær lauma hjá Medínu laus. Þetta var stórkostlega gert. Það skoraði einhver 11 eða 12 stig í bikarúrslitaleiknum sem er náttúrulega mjög óvinnilegt að uppspilari skora svona mikið. Hún er ekki búin að, það er búin að vera mjög vakandi fyrir lauminu hjálm í dag. Hérna kom að því. Frábærlega gert hjá Helenu og nú kemur Elma úr afturlínunni en vel gert hjá gestunum. Nú kemur Arna en góð blokk hjá Birnu og í kjölfari reynir Asley að lauma, gengur ekki
og staðan nei, hvað það misti ég af Völsungur fær stigið og það hefði verið seiling allavega stigið til gestana 19-14 þetta er ennþá vel möguleiki hjá þeim þessir úti Astley með uppgjöfuna út þetta er rosalega dýrt þegar þetta reyna að vinna upp fórskotið að missa svona stig frá þér jæja, Helena hún að taka nokkra ása hér í dag en næður boltum ekki yfir netið þetta skiptið 20-15 Arnrún tekur við þessu og hér er Birna reynir að lauma en hittir boltan illa og 20-16 munurinn orðin 4 stig þetta er ekki búið Heiðdís Edda það er hérna uppgjöfuna Elma tekur vel við þessu með Dína upp á Birnu og Birna að lauma núna en aftur kemur boltan ekki yfir og staðan árið 20-17 3 stig rauða gestunum og þær eru að gera sitt besta í að stela þessari hreinu Káalið búið að vera yfir allan tíman en það hefur lítið að segja í bakinu það er bara hvort liðið skora 25. stigið og hér setur Elma boltan í net og niður að koma því að hún klikkaði 20-18 4 stig rauða gestunum og þetta er að verða hörku hrina núna og Matteo þjálfari Káa tekur leikli reynir aðeins að skerpa á leik okkar liðs 4 stig rauð hjá Völsung og þetta er orðið galopið aftur það er nóg eftir að Káa liðið þarf ennþá 5 stig Já, stutt leikli á gestunum enda svo sem ekkert sem að þarf að beita þar núna búin að skora 4 stig í röð og þeir eru búin að komast aftur inn í þetta nú bara spurning það er ekki vantað mikið upp á það búið að vera svona tvær klaufalega laumur hjá Birnu og svo hérna eitt smass hjá Elmu beint í net þetta er ekki alvarlegri en það Arnrún tekur við þessu Pála upp og Helena úr afturlínunni Gerir þetta vel, en nú er Rut Gómez frábær hávörn en boltinn út. Elman er ekki þessum bolta. Staðan 20-19 aftur kveitnað Rut Gómez. 19. stigið hennar, hún var ekki búin að skora hann í svona tíma. Og enn er Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir í uppgjöfinni. Galopinn leikur, hver sá þetta fyrir? Já, Arnrún við það áttalega bolt að fara en tók hann svo endanum og það getur Helinu og með Dína Lus laumar þessu ok, vel gert áfram heldur þetta rally og Helma tekur þetta snerting af gesturum og svo fór hann út og Káaliðin er létt þið sjáu það sérstaklega var viðbröðum hjá Elmu 21-19 langt rally þarna bæði liði voru reynsir best til að ná þessu stíi endaði Káa megin og slapp hérna á Rut og Ruturinn að lauma og þarna er Birna of langt frá áhautinni þessi bolti endar í gólfinu 21-20 20. stíi hjá Rut Gómez í leiknum þá fær Birna aðeins að hvíla sig spurning hvort að nýti sig það nú er þessi Birna farin út það þarf bara Gíja og Elma að stíga upp það sem er í framlínu núna og Gíja, ok, Slatjana sér við þessu
Það kom þælubolti, já. Nú kemur Pála. Helgi ekki á henni Örnu og nú Gómez, nei fyrir ekki, jú, Rut Gómez og tvísla á Kávalið 21-21, það er búin að jafna þetta. Já, hérna, þessi leikur er búin að koma skemmtilega óvart alltaf fyrir okkur sem að höfum gaman góðu blaki. Og þessi móttaki hjá Arnrúnu fer upp í loft og allt í einu Völsungur komið yfir 21-22. Snædžana Smiljanić með ás. Hún hefur svo sannarlega hrellt Kávalið með uppgjöfum sínum hér í dag. En Arnrún tekur við þessu, ok, vel gert, Elma velvakandi og Helena yfir. Nú séns á gestunum Rut Gómez, frábær háði Kávaliðinu. Bolti ennþá lifandi og svo Rut Gómez. Bombar sér gólfið, kemur 21-23. Eru þær að fara að taka þessa hrinu? Ekki langt síðan Kávaliðið var með ansi þægilegt forskot og nú tekur Matteo aftur leikhlé. Erum við að fara í 8 hrinu í þessum hörkuleik. Eins og segi, það þarf að vinna 2 leiki í þessu einvígi til þess að komast í úrslita einvígi sjálft og því ansi mikilvægt að vinna fyrsta leik. Liðið sem tapar þessum leik verður með baki upp í vegg. En Kávalið þó ennþá í fínum séns, 2-1 yfir hrinum og þetta ekki búið þó að gestunni sé búin að koma sér í góða stöðu í þessari 4. hrinu núna. En Snædžana Smiljanić heldur áfram í uppgjöfinni. Þessi er úti. Vel gert og mér sýnist Arnrún vera ansi létt. Snædžana búin að negla sér boltum á hana. Þetta var úti. Þetta var virkilega vel lesið og mikilvægt stig fyrir Kávalið 23-22. Bara jafna þetta sem fyrst en Pála setur hann í net og niður og nú Völsungur með Pálmann í höndunum. Þurfa 1 stig í viðbót til að klára þessa hrinu. Rut Gómez. Inni, þetta Ásjá Rut og Völsungur búið að jafna í 2-2, tryggir sér 8 hrinu. Vá, ég verða líka, ég var búinn að reikna fastlega með sigri Káa í þessari hrinu. En ótrúlegur endasprettur hjá Völsungsliðinu. Það stálu þessari hrinu. Við erum að fara í 8 hrinu í þessum fyrsta undanúrslitaleik Káa og Völsungs. Minnum það að 8 hrinan upp í 15. Hún ekki upp í 25. Þannig að það ekkert rosalega mikið eftir að þessu. En já, hérna sjáum við tölfræðina í þessari 4. hrinu. Lokatölu 22-25 fyrir Völsung. Sjáum við að Káa var mest 6 stigum yfir og það var seint í hrinunni. Smössin 9 hjá Káa gegn 10 hjá Völsung. 2 ásar hjá Káa gegn 1 hjá gestunum. Og 2 laumur hjá báðum liðum. 1 blokkstig hvorum megin. 10 stig sem Völsungur skoraði eftir mistök á Káa-liðinu. 7 stig sem Káa skorar eftir mistök hjá Völsung. 4 missetnar uppgjafir báðum megin. Lengsta stigurinn að Káa skora mest 3 stig í röð. Völsungur 5, það var það undir lokin. Sjáum það að Völsungur leiddi mest með 3 stigum, það voru lokatölunar. Annars var Káa yfir og yfirlt með þægilegt forskot. En það á aldrei að vanmeta eða afskrifa þetta öfluga lið Húsvíkinga. Og við erum eins og segja að fara í 8 hrinu. Þetta búið að vera svakalegu leikur
og ljóst að þetta innvígi liðana verður magnað. Liðin mætast svo aftur á Húsavík í leik 2. Vonandi að sem flestir KA-menn fylgi okkar liði þangað, en númer 1, 2 og 3 núna er að klára þessa Oddahrynu, sækja sigur í sem fyrsta leik. Það er engin stig sem gilda neitt. Þetta er bara að vinna leikinn. Þessum sé ekki eins og í deildakeppninni sem að þú vinnur í Oddahrynu þá færðu 2 stig í staðinn fyrir 3 stig fyrir að vinna sigur. Þetta er bara einfalt. Liðið sem vinnur leikinn fær sigur og liðið sem fyrr vinnur 2 leiki er komið í úrslita innvígið. Eins og segi, KA-liðið hefur verið ekki aðeins að anda í vikunni eftir að orðið bikarmeistarar síðustu helgi, en á sama tíma er Völsungur búinn að spila 2 leiki í þessari viku í forkeppninni það að fá að mæta KA í þessari úrslitakeppni. Unnið á báða, þess vegna eru þær hér og þær virðast vera svo sannarlega klárar í slaginn. Komnar í Oddahrynu gegn deildar- og bikarmeisturum KA og Ashley nokkur Dietrich mun taka fyrstu uppgjöfuna í þessari Oddahrynu. Nú er sísta bara það hvort liðið vill það meira. Jæja, þá er flauti komið frá dómaranum. Og já, vel gert hjá Akturinu og hér kemur Helena. KA-liðið á þetta stig, þetta er úti. 1-0 fyrir KA. Þessi Oddahryna er upp í 15. Þannig að hvert stig er ansi mikilvægt í þessu. Helena Kristín Gunnarsdóttir. Mikilvægt að koma með góð uppgjör núna og hún kemur hann yfir, Ashley og Rut laumar og skorar. Þetta var vel gert hjá henni. Það var ekki í voðalega góðri stöðu og hún laumar þessu yfir og hún er að skora sér 24. stig í leiknum. Hún er búin að skora að vild í þessum leik. Og Heiðdís Edda, hún er búin að vera rosalega örugg í sínum uppgjöfum. Heldur þetta á Elmu, ok. Og Artur kemur hann yfir með sjansinn á gestunum. Rut Gómez laumar og hún KA-lið bjargar þessu. Frábær björgun, áfram heldur boltinn. Rut Gómez bombar þessi hártina og KA fær stigið. Risa stig til KA-liðsins. Vá, Rut vildi meina boltinni farið í gólfið en KA-liðið einfallega skutla sér að boltana bjargaðum á síðu stundu. Og í kjölfarið var svo frábær hávörn sem það lokuðu á Rut. Sýndi þess að nú hafa verið Birna Baldursdóttir sem að blokkaði þetta. En áfram með smjörið. Og já, með Dína Laus á Helenu og afturlínu og frábær björgun hérna. Og KA-liðið skorar svo í kjölfarið. Elma fær boltan, setur hann á hana Dagbjörtu sem var ekki alveg í jafnvægi og náði því ekki boltanum. 3-1 fyrir KA í þessari hrinu. Fín byrjun á KA-liðinu, það þarf meira til. Birna. Fín móttaka hjá Rut og Rut. Það er frábært hjá Helenu en erfitt að stýra móttökunni svona föstusmassi. Og Rut skorar sitt 25. stig í leiknum. Slatjana Smiljanic fyrir því uppgjöfuna 3-2. Þetta er búið að svakalegu leikur. Þessi Oddahryna stendur undir væntingum sem spennu þrungin. Frábær hávörn í gestunum en KA-liðið þetta áfram í séns. Pála. Dagbjörn klár. Og nú er séns í Örnu en frábær hávörn af Pálu til Olmo Gómez. 4-2 fyrir KA. Risa blokkstig. KA-lið þarf 11 stig í viðbót. Pála verið í smá vandræði með uppgjaftur sinni í dag. Taka bara hérna örugga, bara yfir, ekki gefa henni stig. Já, gerir þetta vel og
Astley misrættar boltan og missir hann aftur fyrir sig. 5-2 fyrir Káa. Paula del Olmo skorar hana ás. Og Paula aftur klár í slaginn. Gerir þetta vel, nú Astley klár í þetta. Nú Rut Gómez í hávörnina og út og hún minnkar í 5-3. Þarna var Astley með góða móttöku. Kjölfarið gat hún Sladjana sett boltan á Rut og Rut að skora sitt 27. stig í leiknum. Það einhverja nóg eftir að tangnum með henni. Arnrún reynir hitt besta en ásjá Rut Gómez minnkar í 5-4. Sýnst bara að halda haustelpur. Það ennþá nóg eftir að þessu. Þetta er bara spurning hvort liðið gerir færri mistök og klára bara að spila sinn bolta. Rut aftur. Núna gerir Arnrún mjög vel, hittir beint á Medínu og Helena smassar í hávörðuna út. Frábært hjá Elmu. 25. stig henni. Hulda Elma Eysteinsdóttir svakalig frammistaða. Hún og Rut Gómez búin að vera magnaðar. Elma mætir hérna í uppgjöfuna. Gerir þetta vel. Dagbjörn tekur vel á móti. Nú Sensu Astley og reynir að lauma og frábær björgun hjá Pálu og Elma kemur hann yfir. Nú aftur Sensu Astley og þetta gríðarlega erfiður bolti eiga við. Frábær smass hjá Astley og hún minnkar í 6-5. Svakaleg Odda-Hrina hérna. Minni á að hún upp í 15. Það styttir í Odda-Hrinunar en þarf samt að vera með 2 stigum. Þórunn Harðardóttir. Vel gert hjá Pálu beint á Medínu og fínt smass hjá Gíu en frábær hjá Rut. Og já, leysur þessu stelpunar og þetta stig á Káa af hávörðinni. Boltinn dansaði á netinu, datt svo niður Völsundsmegin og Káa 7-5 yfir. Gíja Guðnadóttir fær þetta á sig. Þá Birna Baldursdóttir mætt í fremstu viljunu. Gíja í uppgjöfinni. Já, fín móttakarna hjá Dagbjörtu og það reyna að lauma og gera það glæsilega. Þetta var Arna Védís sem að laumaði hérna og minnkar í 7-6. Þetta, vá, spennu þrungin Odda-Hrina. Káa búið að vera yfir en gestirnir aldrei langt undan og Arna Védís í uppgjöfina. En vel gert hjá Arnrúnu. Núna séns Helena Kristín. Fín móttaka hjá Rut. Nú Astley. Hún laumar og jafnar í 7-7. Vá. Þessi leikur. Hálfgerður nágranna slagur hérna. Þeir verða oft aðeins öðruvísi heldur en þessi típisku leikir. Nú kemur Arna aftur, þessi bolti svolítið langur en var inni, hann að Elma tekur hann og geggja smassi á Birnu Baldursdóttur. 8-7. 8. stig hjá Birnu. Hún kom seint inn í þennan leik en búin að láta heldur betur til sín taka. Káa 8-7 yfir þegar þessi Odda-Hrina hálfnuð, þannig að liðin skipta hér vallarhelming. Gríðarlega mikilvægt fyrir Káa-liðið að halda áfram að leiða þetta. Og ná svo í kjölfarið að klára þetta. Eins og segi, þessi fyrsti leikur í þessu úrslagi gríðarlega mikilvægur upp á framhaldið að gera. Það rosalega erfitt að meiga bara ekki tapa. Annars bara veturinn búinn. Í næsta leik. Hér kemur Medina Luz. Þessi úti. 8-8. Já, hann var ekkert mikið úti þessi en úti var hann og
stig til gestana. Þetta búin að vera ótrúlegu leikur. Elma tekur við, beint á Medínu og Birna setur hann út, engin snerting og Völsungur leiðir 8-9. Ég er með tölvöran fyrring í maðanum, veit ég hvernig það er að vera leikmaður í þessar stöðu núna. Hér kemur Helena, bombar þessu, Asleik kemur hann upp og það er ná að bjarga þessu, komboltan svo yfir. Og Káalið bjargar þessu vel gert, fín hávörtin á Rut, nú Káa séns, Helena bombar þessu og það er ná ekki bjarga þessu, Káa jafnar í 9-9. Virkilega vel gert hjá Káaliðinu, lendarni í erfiðri stöðu, náðu að vinna úr henni og í kjölfarið komaði boltanum að Helenu sem að smassaði sig niður. 9-9 í 8 hreinu. 6 stig upp í 15. stigið, hvort liðið nær þessu, Slatjana upp á Rut af hávörninni. Elma í þetta, sáum að Arnrún reyndi sér best að hlaupa eftir þessu en lenti á Elmu. Þannig að aftur leiðagestir núna 10-9 eða 9-10 og Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir. Við erum með flottar uppgjafir, hún gerir þetta vel, boltinn yfir, nú er séns yfir gestina. Asley á Arnrúnu, Arnrún gerir þetta vel og nú kemur Elma, setur í vörnina út, jafnar í 10-10, 27. stíð á Elmu. Nú veit ég ekki alveg hvað hún Slatjana er að setja út á hérna við dómara leiksins. Þetta var klárt smass í vörnina út. Þá er Jóna Margrét Arnarsdóttir mætt í uppgjöfina. Einn ásvari mjög vel þegið núna, sjáum hvað hann gerir. Vel gert Dagbjörtu, núna er síðan sjá Rut og laumar en hann er Medína Luz klár. Nú er Pála Del Olmo, flott smass og hún skorar. Káa komið aftur yfir. Þarna reyndi Rut að lauma en Medína Luz virkilega klár í slaginn og í kjölfarið smassar svo Pála Del Olmo. Aftur er Jóna Margrét í uppgjöfinni. Flott uppgjöf, Asley sér við þessu, Slatjana yfir á Rut, þessir úti. Káa komið 2 stigum yfir núna og skyndilega er Káa komið í fína stöðu, 3 stig í röð Káaliðinu. Káa vantar 3 stig í röð, góðar uppgjafir hjá Jónu. Mikilvægt að halda þessu áfram. Það er ná ekki góðri sókn núna, Völsundskonur, meðan uppgjafir eru svona fastar og góðar. Nú veit ég ekki alveg hvað er í gangi. Jæja, það er alltaf búið að leysa málið því að dómarinn taka sér aftur stöðu og Jóna getur aftur gert sér klári að taka uppgjöfina. Þetta er ekki slegin út af laginu, smá pása núna, þá tekur hann Bjarni Páll leikhlé fyrir gestina. Þessi leikur búinn að vera ótrúlega flottur og spennandi og eins og ég sagði í upphafi leiks, það yrði hart barist enda gríðarlega mikilvægt að ná sigri í fyrsta leik. Hérna eru liðin aftur mættin á völlin. Þessi, hún er langt síðan að Jóna tók síðustu uppgjöf. Getur reynt vel á mann að bíða svona lengi eftir næstu uppgjöf. En hún er ótrúlega öflug, stelpan. Gerir þetta virkilega vel, Dagbjörn lendir í vandræðum og það er Slatjana bjargar þessu og Asley yfir og Estir úti. 13-10, 4 stig í röð
Þetta sjáum við bara hvað þessar uppgjafir hjá Jóni eru góðar. Það ná bara ekki valda bolta og aftur tekur Bjarni Páll Leikli. Hann reynir að býta eitthvað á þessar uppgjafir hjá henni Jónu. En Jóna Margrét Arnarsdóttir, þvílík innkoma hér í dag. Þetta ætlar að verða svakalegur leikur. KA-lið þarf núna 2 stig til að klára hennar leik. En eins og ég sé svo oft áður í þessum leik, Völsungsliðið gefst aldrei upp. En það þurfa að ná að sjá við Jónu fyrst. Sóknarleikurinn erfiður meðan móttakan er ekki betri en ella. Hér kemur Jóna. Segir svolítið langur og þessi er úti. 13-11 og þá skiptir Jóna út fyrir Birnu Baldursdóttur sem hann skiptir svo út fyrir Artúni Eik. Þetta gaman af þessari skiptingasirpunni. Þá er Slatjana Smiljanic mætt í uppgjöfina. Vel geta Helenu og í kjölfarið er Gíja sem smassar. Hún dæpir sér við þessu og núna er séns hjá Örnu. En frábær hávörð Gíja Guðnadóttir lokar á þetta 14-11 fyrir KA. Það þurfa 1 stig í viðbót. KA-liðið þarf 1 stig í viðbót og Paula del Olmo Gómez í uppgjöfinni. Verið í smá vandræðum með uppgjöfin í dag. Hann tók góða áðan. Þessi er örugg. Astley á Slatjönu og Rutt. En vel gert í KA-liðinu. Hér er Helena og klárar þetta. Helena Kristín klárar þetta á þungu fargi sér létta KA-liðinu þarna. 3-2 sigur í Oddahrinu og stelpurnar fagna ógurlega. Stórt skref stigið hér núna í áttina úrslita einvíginu. Það þarf að vinna 2 leiki, þannig að stelpurnar þurfa að vinna 1 í viðbót, en þessi leikur tók vel á. Ég held að allir í húsinu séu með gæsahóð eftir þetta. En mikið hrós á gestinni í Völsung fyrir að gefa KA-liðinu mikið leik og raun bara vitni. En líka á sama tíma mikið karakter í KA-liðinu að klára þetta. Skulum við kíkja aðeins á hvernig tölfræðin í síðustu hrinu var. Þessi 8 hrina. KA-liðið vinnur 15-11 eftir að hafa verið jafnt. Munurinn var svona 1-2 stig allan tíman. En frábær endakafli kláraði þetta. 9 stig sem að KA skorar á smassi gegn 5 í gestunum. 1 áspáðumegin, 2 laumur hjá gestunum gegn 1 með KA. 2 blokkstig, þá var einmitt blokkstig sem að Gíja skoraði sem að fór ansi langt með þetta. Há 14. stigið. 3 stig sem KA gefur, eða innan gestlapa gefur Völsung með mistökum og 2 hjá gestunum. 2 mistöndar uppgjafir hjá Völsung, engin hjá KA. Stelpurnar stigu vel upp í uppgjöfunum í þeirri Oddahrinu. KA mest 4 stigum yfir sem er loka staðan í þessari hrinu. Við kíkja bara örstuðt á hvernig stigin dreifðust á milli leikmanna. Sjáum Hulda Elma Eysteinsdóttir 26 stig, þvílík frammistaða hjá henni. Helena Kristín Gunnarsdóttir kom næst hjá KA með 16 stig. Paula del Olmo Gómez 9. Gíja Guðnadóttir 8, einnig Birna Baldursdóttir, hennar innkoma var ansi öflug. Svo var alltaf Jóna Margrét Arnarsdóttir með 2 ása, frábærar uppgjafir henni sem að settu gestan í erfiða stöðu. Ásta Lilja Harðardóttir með 2 stig og Luz með Dína með 2 stig. Hjá gestunum var Rutt Gómez stigast með 28 stig, hún fór ansi mikið í þessu leik. Astley Nicole Dietrich gerði 13, Arna Vitís 8, einnig Slatjana Smiljanic, Heiðdís Edda Lúisdóttir 4 og Þórunn Harðardóttir gerði 1 stig. En já, ég held að ég sem bara fara að segja þetta gott hér í dag. Svakalegu marathonleik lokið hér í KA-milinu. KA 1-0 yfir í einvíginu, liðin mætast aftur í vikunni á Húsavík. Þar getur KA tryggt sér farseðilinn í úrslita einvígið.
en við skulum allavega gefa grein fyrir því að það verður alvöru leikur. En já, við hérna KA TV viljum bara þakka fyrir okkur í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég, var að lýsa þessu með okkur. Stefán Jónsson var útsendingarstjóri og Stefano eða Kiri var á myndavélinni. En já, bara takk kærlega fyrir okkur. Við heyrjumst, bless bless.